Góðan og blessaðan daginn og verið velkomin í fallegu Grósku. Það er alltaf gaman að vera hér í Grósku. Þetta er í 4. sinn sem við höldum sjálfbærnidag Landsbankans í þessu húsi og höfum haft að siða bjóða upp á góðar vegan veitingar, umhverfisvænar og algjörlega frábærar á bragðið. Og tilgangurinn með þessum degi er að miðla þekkingu. Því að við vitum nú öll að bankar eru kannski ekki beint með mikið af sjálfbærni áskorunum í sínum eigin rekstri. Við vorum fljóta að tækla það á sínum tíma. En okkar áhrif eru alltaf í gegnum það sem viðskiptavinir okkar eru að gera. Og tilgangur með deginum var líka að svona miðla þekkingu og það er eiginlega það besta framlag sem við getum haft til sjálfbærni er hreinlega að vera einhvers konar utanumhald það að miðla þekkingu milli fyrirtækja og til fólks og þannig að við getum öll verið að læra af hvoru öðru og mottóið í þessum sjálfbærni heimi hefur alltaf verið að það er ekki sigurvegur í sjálfbærni, þú ert ekki svona bestur í sjálfbærni. Þannig að til dæmis við höfum oft reynt að við höfum alltaf haft það í hug og ekki verið að nota setningarnar eins og við vorum fyrst til að. Því að þetta er aldrei keppni þó mann langi stundum að vinna. En við fáum flott fyrirtæki og sérfræðinga hingað í dag og förum yfir áskoranir sem eru í hverju rekstri fyrir sig. Nú fyrirtækin eru úr öllum geirum og þetta er þarna Q-ið mitt á það að ykkur skiptum glæru. Ef ykkur er að hlusta þarna bakvið, akkurat. Við höfum heyrt frá fyrsta lagi sérfræðingum í loftslagsmálum og svona farið aðeins yfir stöðuna hver hún er. Það hefur nú kannski sáralítið breyst reyndar á þessum 4 árum. Við erum alltaf bara aðeins komin. Það er alltaf aðeins meiri svona meiri áreiðandi skilaboð sem við erum að færa fram en það hefur kannski skelfilega lítið breyst af ýmsum ástæðum. Breyttist mest í COVID þegar allir hættu að fljúga en það var bætt upp snarlega þegar COVID var búið. Nú út af því að það er mikið lagt í fyrirlestur og fyrirtækin sem hafa komið hafa verið mjög metnaðarfull í að sýna starfsemi og hvernig þau tækla sjálfbærni, þá langar mér sérstaklega að mæla með því og þið sjáu hérna bak mig logoinn af mörgum þeim fyrirtæki sem hafa verið að tala, öllum þeim fyrirtæki sem hafa verið að tala hjá okkur. Mér langar sérstaklega að benda okkur á það að þessi viðburður er á upptöku og við eigum alla eldri fyrirlestrana á vefnum á Landsbankanum. Og það er mjög gaman að fylgjast með því og það er svona eftirminnilegir fyrirlestrar eins og þegar Útgerðarfélag Reykjavík og talaði að þeirra stefna er að vera með 100% endurheimt veiðarfæra og það er eins og að henda út veiðistöngu, ég man ekki alveg af hvað fjallið það var, Helgafelli, Úlfarsfelli eða Esju, að henda niður veiðistöngu og reyna að veiða fisk, að finna þessi veiðarfæri ef þau slitna. En þetta er mjög áhugavert og þessi fyrirlestur er eins og ég segi allir aðgengilegir, glærurnar sjást og það er margt að læra og ekki nema bara að sjá góða glæruhugmyndir sem er líka alltaf verðmætt. Nú aðkoma okkar, eins og ég sagði, hefur verið mest að miðla en okkar hlutverk líka og krafan á okkur í sjálfbærni er orðið fyrst og fremst í raun og veru svona bókhaldsleg. Það er að segja að miðla réttum upplýsingum og það draga þær saman. Og áhrifin eru þá í gegnum fjárfestingar Landsbankans og við fjárfestum ekki mikið sem banki en sjóðstýringarfélagi Landsbréf eru þetta með beinar fjárfestingar bæði í fyrirtækjum og svo í gegnum sjóði landsbréfa og þar eru töluverð ábyrgð og þar eru settar ákveðnar kröfur sjálfbærni og reynt að hafa áhrif á þau fyrirtæki sem þau til dæmis sitja í stjórnum í. Þannig að þar eru töluverð áhrif en einnig líka eru áhrif í gegnum lánveitingar því að Landsbankinn er stór og sterkur útlánabanki og þar eru líka áhrif þannig að við erum að horfa á það að við skoðum sjálfbærni stöðu fyrirtækja og metum
eftir í hvað geirum þið eru og eftir í hvernig hvað starfsemin snýst, hvernig þetta flokkast sem sjálfbær lánveiting. Og það búið að vera þróa undanfarin ár mjög nákvæma staðla þetta. Þeir eru ekki fullkomnir, til dæmis húsnæðislán á Íslandi sem eru húsnæði sem algjörlega hituð græn, flokkast ekki sem sjálfbær og það bara vegna þess að vantar ákveðið flokkunarkerfi. Þannig við erum ekki að flokka það sem, við erum ekki með svona orkuflokkun á húsnæði. Þannig það oft svona teknokratískar einhvern veginn, svona smá teknokratist sem vantar til þess að fá svona ákveðna vottun sem sjálfbær lán. Og síðan þessar fjárfestingar og lán, þetta þarf að fjármagna og við fjármögnum okkur ekkert innanlands sjálfbært. Við höfum nú sett upp sjálfbær innlán og sjálfbæran sjóð hjá Landsbréfum, en það þarf bara að vera með hæstu vextina til þess að fólk fjárfesti. Það ekki að fjárfesta út frá sjálfbærni. Það sem hins vegar við sjáum erlendis að við erum með allar okkar evruútgáfur sem eru rúmlega 200 milljarðar. Þær eru allar orðnar grænar og þar af leiðandi undirbyggðar af sjálfbærum útlánum. Og við fáum meiri eftirspurn eftir þessum útlánum, ekki eftir þessum útgáfum. En það skila sér bara mjög takmarkað í kjörum og við metum þetta innan við 0,1% í kjörum. Þannig að vaxtastig eins og Íslandi þá þetta bara dropi í hafið. En eftirspurnin verður þá meiri og góð eftirspurn tryggir auðvitað bara meiri stöðuleika í fjármögnun og þannig að þetta hefur auðvitað jákvæð áhrif þó svo verðmunurinn sé ekki mikill. Og þetta svona orðið eins og við höfum oft talað kannski meira að þeir sem eru ekki sjálfbærir verða þá bara út undan. Þannig að það svona margt í mörgu og þetta ekki alveg eins og kannski sjálfbærni heimurinn sá þetta fyrir sér í upphafi að fjármagni myndi bara algjörlega stýra því hvernig fyrirtæki munu þróast í sjálfbærni og mín reynsla algjörlega svo að hvert fyrirtæki að hugsa sjálfbærni alveg út frá sínum rekstri og það svo miklu mikilvægara heldur en kannski hvernig þetta flokkast síðan í heildina því þá ertu farin að taka svo breiðar línur og skautar yfir margt eins og til dæmis að heilt land að hita húsin sín með heitu vatni. Þannig að það alltaf einhverja fórnir í þessu og alltaf einhverja svona nálganir. Nú, fletti yfir allt sem ég var alltaf að segja því að það hefur svona komið fram. En mér langar að þá fara aðeins yfir hvað við ætlum að tala í dag. Við byrjum eins og ég segja ofta að fá sjálfbærni sérfræðing og hann Halldór Þorgeirsson formaður loftslagsráðs og það alltaf þarna flókið að fá loftslagssérfræðing í svona hóp því að við tökum alltaf á hennu loforð og láta okkur ekki fara að gráta og halda okkur öllum svona aðeins glöðum þannig að þau fá alltaf skilaboðin að hafa smá jákvætt líka því að þetta hefur ekki mikið breyst. En það nauðsynlegt aðeins að stilla sig af fyrir hverju erum við að tala og til hvers þetta allt gert. En svo að heyra líka frá fyrirtækjunum og heyra frá þeir sem að vinna í sjálfbærni og við fáum Rögnu Árnadóttur, nýjan forstjóra Landsnet sem þekkir nú, þarna hefur marga fjörunasopið og þekkir ýmislegt í sjálfbærni og það við vitum hvernig í janúar þá byrjum við að hafa áhyggjur af flutningsgetu og línum og það er þá nýjar áhyggjur Rögnu. Hvernig getur flutningskerfið okkar og þið sjáu þetta allt í praktíkinni. Það ekki nóg bara að segja að við ætlum að vera á rafmagnsbílum, við þurfum að geta búið til rafmagnið og flutta á þann stað þar sem bílinn þarf að hlaðast. Þannig að það ýmislegt sem þarf að gerast til þess að láta sjálfbærni virka. Og við tala ekki hafnir og ýmislegt og þannig að það þarf að gera margt. Samband manns og orku skiptir máli. Nú svo fáum við áhugavert fyrirtæki sem er í plastframleiðslu og það Daði Valdimarsson frá Rótoví og við þekkjum kannski mörg Sæplast fiskikerinn sem svona upphafsstarfsemi fyrirtækis eða rætur fyrirtækis á Dalvík í fiskikerjum og Daði ætlar að tala við okkur plast í sjálfbærum heimi
og ROTAVM starfsemi allan heim, á nokkrum stöðum í heiminum og það verður mjög áhugavert. Þetta eru hverfist eftir einingar og auðvitað duga lengi, þannig að ég held að það sé svona kannski lykilatriði. Helgi Rúnar Óskarsson forstjóri og eigandi 66 gráður norður sem 99 ára þessu ári og fötin sem við þekkjum öll hérna inni duga auðvitað lengi og það ýmislegt þar sem að felst í ákvörðun stjórnenda sem að gera að verkum að það sjálfbærni leiðarljósi í framleiðslunni. Við fáum líka á sviði síðan örfyrirlestra þar sem verið að kynna sjálfbæra byggingaframleiðslu meðal annars og plöntuna kaffihús. Og það verður gaman að sjá svona hvað grasrótin að gera í sjálfbærni málum. Nú veitingar hérna fyrir utan og eftir og ég hvet ykkur til þess að spjalla, hvet ykkur aftur til þess að kíkja á vefinn og horfa á þau frábæru fyrirtæki sem hafa verið hérna undanfarin ár. Það margt ólíkt sem gert í ólíkum geirum. Og núna erum við að keppa í tíma við atvinnugreinastefnu sem við verið að kynna og starfsemi starf ríkisstjórnar í atvinnugreinastefnu og stefnumótun og það verður áhugavert að vita hvernig sjálfbærni verður leiðarljós í þeirri vinnu. Ég efast ekki að það verða orð notuð það, en það skiptir kannski meira máli hvað gert síðan. Ég treysti hverju einasta fyrirtæki til þess að gera vel, en það ofta erfitt að koma því í góða stefnu. En við byrjum daginn á því að hún Aðalheiður Snæbjarnardóttir, okkar frábæri sérfræðingur og praktísk sjálfbærni kona, ætlar að vera fundastjóri dagsins og taka við og kynna atriði milli funda. Hún heitir Heiða og alltaf til í spjall. Takk fyrir og eigið góðan dag. Takk fyrir Lilja og verið öll velkomin. Og Lilja fjallaði hér áðan þau fjölmörgu fyrirtæki, einstaklinga og fræðimenn sem hafa komið að því að gera sjálfbærnidag Landsbankans að mikilvægum hluta af sjálfbærni umræðu á Íslandi undanfarin ár. Dagskráin í dag ekki síður glæsileg. Ég hlakka mikið til að heyra frá fyrirlesurum dagsins og þið sem eruð á staðnum, ég vil bara ítreka að stoppa fram með og eftir og njóta veitingana og spjalla saman daginn og spyrja þeirra spurningar sem kunna vakna í dag. Til þess að ná árangri í sjálfbærni, þá þarf atvinnulífið að vera með í för. Þess vegna nauðsynlegt að öll fyrirtæki hugi að því að auka og efla sjálfbærni í sínu starfi. Frá því við hittumst hér á fyrsta sjálfbærnidegi Landsbankans árið 2022 hefur óneitanlega orðið bakslagi umræðu sjálfbærni og loftslagsmál. Fyrir þessu eru margar ástæður. Ekki síst breytingar á pólitísku landslagi Bandaríkjunum sem hafa áhrif allan heim og svo hefur evrópskt sjálfbærniregluverk einnig verið gagnrýnt fyrir að vera flókið, yfirgripsmikið, ósveigjanlegt og koma niður á samkeppnishæfni fyrirtækja á alþjóðavísu. Í öllu þessu róti það má ekki gleymast að sjálfbærnistarf ekki einhver æfing í að fara eftir reglum og tikka í box. Þetta stærsta verkefni sem við mannkynið höfum staðið frammi fyrir til þess að tryggja velsæld okkar sjálfra. Og til þess að setja sjálfbærni í stærra samhengi höfum við fengið góðan gest, Halldór Þorgeirsson, formann loftslagsráðs. Halldór hefur áratuga reynslu af stefnumörkun í loftslagsmálum, bæði sem skrifstofustjóri í stjórnarráðinu og sem yfirmaður stefnumörkunar hjá loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna, þar sem hann hélt utan samninga Parísarsamninginn. Gjörðu svo vel, Halldór. Takk fyrir Heiða, góðan daginn og kæra þekki fyrir að bjóða mér að ávarpa þennan mikilvæga vettfang sem svona orðin mikilvægur hluti af dagatalinu þegar kemur að samtalinu sjálfbærni hér á landi. Og þið sem hér eruð og eigið margt sameiginlegt í raun og veru með loftslagsráð. Ég fór aðeins að hugsa það þegar var undirbúið þetta. Hlutverk loftslagsráðs skal vera sjálfstætt í störfum sínum og hefur það hlutverk að veita stjórnvöldum aðhald og ráðgjöf, faglegt aðhald og ráðgjöf, meðan að þið eru líka að fylgjast með þeim skilaboðum sem felast í loftslagsstefnu og
framkvæmt hennar og tengja það síðan við það sem þið segið og hvernig þið styðjið við ykkar umbjóðendur. Og það fer ekki fram hjá neinum að það er mikil óvissa á alþjóðavettvangi núna og fyrst og fremst óvissan það hversu mikinn vilji hjá ríkjum að grípa til áhrifaríkra aðgerða í loftslagsmálum. Og þetta í raun og veru hluti af almennri upplausn í alþjóðasamstarfi sem birtist á mjög víða og svona þróun í átt að því að láta skammtímahagsmuni einstakra ríkja ráða ferðinni. Og viðsnúningur í loftslagsstefnu Bandaríkjanna dregur einnig úr vilja annarra ríkja til þess að grípa til mótvægisaðgerða. Og því ekki að gera ráð fyrir því að þau nái að vega upp á móti neikvæðum áhrifum á viðleitni til þess að draga úr heimslosun. Þannig það óvissu tímabil sem við erum að gangi í gegnum. Og óneitanlega dregur þetta ástand úr áhrifamætti Parísarsamningsins og kemur á sérstaklega óheppilegum tíma gagnvart þeim samningi því að á þessu ári eiga aðildarríkin að leggja fram landsframlög, sjálfsákvörðuð landsframlög fyrir næsta 5 ára tímabil sem 2031 til 35. Og það mun liggja betur fyrir þegar að 30. aðildarríkjaþing loftslagssamningsins og Parísarsamningsins hefst í nóvember í Brasilíu. Hve mikil væntanleg hnattræn hlýnun verður á næstu áratugum og fram að lokum þessarar aldar. Það þó alveg ljóst nú þegar að hún verður meiri en þær 1,5 gráður sem stefnt að. En þá skiptir mjög miklu máli hvernig bregðumst við, hvaða ályktanir drögum við að þessu og hvaða áhrif hefur þetta á okkar ásetning, á okkar ákvarðanir. Og það mjög mikilvægt að við missum ekki tiltrú á það verkefni að koma í veg fyrir verstu afleiðingar röskunar loftslags og hvert brot úr gráðu skiptir máli. Þess vegna má ekki gefast upp þó að við séum komin að þessum mörkum sem voru sett varðandi 1,5 gráðu og það einnig hægt að sjá fyrir sér að ná gróðurhúsalofttegundum aftur úr andrúmsloftinu á seinni stigum. Og það kom nú hérna fram að ég hefði unnið að Parísarsamningnum og það lá alveg fyrir strax þá þegar að samstaða hafði náðst þennan samning að það myndi kalla á enn víðtækari og dýpri alþjóðlega samstöðu að framkvæma samninginn. Og þess vegna mikilvægt að við bregðumst við þessu hiki og þessu óvissu núna með langtíma hugsun og þolinmæði og stuðlum að alþjóðlegu samstarfi. Því að það raunverulega alþjóðlegt samstarf og tækniþróun og endurbætur í viðskiptakerfum sem að mun leysa og læðingi vilja ríkja og metnað ríkja til þess að breyta. Og þess vegna þurfa að búa í haginn fyrir aukinn metnað til framtíðar. Og vísindalegar forsendur sem þetta byggir allt á eru mjög traustar. Og vísindaráðgjöfin sem liggur að baki aðgerðum í loftslagsmálum sú besta sem þekkist á alþjóðavettvangi. Og hún hefur ekki breyst í aðalatriðum. Og nema eins og kom hérna fram hjá Lilju áðan að við erum náttúrulega bara að færast nær þessari framtíð sem við höfum verið að sjá fyrir okkur. Og á sama tíma eru fjárfestingar í lausnum þegar orðnar það hagstæðar að langtíma fjárfestar eru tilbúnar að fjárfesta í slíkum lausnum þrátt fyrir veika pólitíska samstöðu á alþjóðavettvangi. Sjá það fyrir sér að þetta séu jákvæðar fjárfestingar til lengri tíma.
og það má vænta þess að sá vilji muni einungis aukast samhliða því að kostnaður við virkjun á sólar- og vindorku mun halda áfram að lækka. Hann hefur raunverulega hrunið frá því það hrun var þegar hafið þegar að samstaða náðist Parísarsamninginn á sínum tíma. Ef við förum svo hingað heim og horfum á stöðuna hér heima, og það mikilvægt að við séum hreinskilin þegar kemur að slíku mati, að það þekkið þið betur en flestir aðrir að loftslagsstefna Íslands of almenn og yfirborðskennd til þess að hafa merkjanleg áhrif á fjárfestingar í mótvægisaðgerðum. Og loftslagsráð hefur ítrekað lýst áhyggjum af þessu og kallað eftir forgangsröðun aðgerða og markvissari beitingu hagrænna stjórntækja. Því miður versnaði staðan frekar en hitt við seinustu endurskoðun aðgerðaáætlunarinnar þegar aðgerðum var fjölgað til muna án forgangsröðunar. Og auk þess eru margar þessar viðbótar aðgerðir sem komu inn á hugmyndastigi en sem komið og því óframkvæmanlegar án frekari útfærslu. Og síðan mun ég vilja það verður ekki hjá því komist að fara nokkrum orðum nýja stöðu sem að koma í ljós núna gagnvart samstarfi okkar við Evrópusambandið. Og eins og þið þekkið að þá hefur það verið svona grunnur í loftslagsnálgun Íslands gagnvart Parísarsamningnum að vera með sameiginlegar skuldbindingar með Evrópusambandinu og Noregi gagnvart þeim samningi. En nú liggur fyrir að Evrópusambandið lítur ekki svo á að Ísland sé hluti af þeirra sameiginlegu skuldbindingum gagnvart Parísarsamningnum fyrir 2030. Eins og íslensk stjórnvöld hafa talið fram að þessu. Og þetta felur í sér grundvallarbreytingar á eðli alþjóðlegra skuldbindinga Íslands. Og það má raunverulega tala þetta sem forsendubrest, en það skiptir miklu máli hvernig við vinnum úr þessari nýju stöðu. Og það mikilvægt að Ísland því að nú þarf Ísland að setja fram sjálfstætt landsframlag til Parísarsamningsins. En þó getur framkvæmd þess landsframlags, það sem Ísland gerir til þess að uppfylla sína skuldbindingar, áfram verið í samstarfi við ESB. Til dæmis með áframhaldandi þátttöku í viðskiptakerfi þess með losunarheimildir, sem allir stórlosendur hér á landi taka nú þátt í. Og það er mjög mikilvægt að Ísland standi vörð þá þátttöku í því kerfi. Það myndi setja Ísland í mjög erfiða stöðu ef það myndi breytast. En ég teka fram að það engin merki nú það að það sé í hættu. Og mikilvægt að slíkt endurskoða landsframlag Íslands þá til 2030 sem kemur þá í staðinn fyrir þetta gamla landsframlag sem var sameiginlegt með Evrópusambandinu, verði lagt fram eins fljótt og auðið til þess að eyða þeirri óvissu sem upp komin. Þau landsframlög fyrir næsta 5 ára tímabil sem kynnt hafa verið í september, lok september, verða tekin inn í mat skrifstofusamningsins á heimslosun gróðurhúsalofttegunda á næstu árum og áratugum. Í áliti loftslagsráðs frá því í júní var kallað eftir því að undirstöður samstarfs Íslands við ESB og Noreg markmiðssetningu og framkvæmd loftslagsstefnu eru treystar á grundvelli samningsins Evrópska efnahagssvæðið. Þó nú sé ljóst að ekki verði sameiginlegar skuldbindingar að ræða samstarfið við ESB engu að síður mjög mikilvægt. Tilskipanir ESB sem hafa þann tilgang að stuðla að því að settum markmiðum verði náð eru nú þegar eða verða innan tíðar hluti af íslensku regluverki. Evrópa einnig mikilvægt viðskiptasvæði okkar og mörg íslensk fyrirtæki eru með starfsemi á svæðinu. Ef stjórnvöld vinna festu og hugrekki úr þeirri erfiðu stöðu sem upp komin, ætti að vera mögulegt að halda neikvæðum áhrifum af þessum breytingum í lágmarki.
Ljóst þó að efla þarf stjórnsýslu loftslagsmála svo hún standi undir þeirri auknu ábyrgð sem framfylgd sjálfstæðra skuldbindinga felur í sér. Jafnframt þarf að efla hagsmunagæslu gagnvart ESB og pólitískt samráð við forysturíki innan sambandsins og við framkvæmdastjórnina til þess að tryggja að slík uppákoma endurtaki sig ekki. Það hins vegar áhyggjuefni í þessu sambandi að það fyrst núna sem hagaðilum, þinginu og loftslagsráði gert viðvart þá nýju stöðu sem upp komin þó að afstaða ESB hafi legið fyrir áramót. Það einmitt á óvissu tímum sem þessum sem að reynir á getu okkar til þess að lesa rétt í aðstæður og finna skýr leiðarljós til framtíðar. Við þurfum að þróa getu til þess að lesa í slíkar staðreyndir og finna í þeim vísbendingar framtíðarþróun sem við getum veðjað á. Skýr leiðarljós felst meðal annars, og tökum dæmi, í þróun fjárfestinga í endurnýjanlegri orku á heimsvísu sem hafa vaxið jafnt og þétt á sama tíma og kostnaður við orkuvinnslu hefur farið lækkandi. Mikil tækifæri felast í því að draga úr hindrunum gegn slíkum fjárfestingum í þróunarríkjunum. Það mikilvægt að stjórnvöld standi þétt að baki fyrirtækja sem vinna með þróunarríkjum, meðal annars til þess að liðka fyrir blöndun við alþjóðlega fjármögnunum úr sjóðum sem Ísland tekur þátt í að fjármagna, til dæmis eins og græni loftslagssjóðurinn sem tengist Parísarsamningnum. Þróunarríkin munu halda áfram að auka sína orkuvinnslu og það úrslitaatriði að orkuþörf þeirra verði mætt með sjálfbærum hætti. Eftirspurn eftir þekking og reynslu á þessu sviði bæði tæknilega og út frá fjárfestingunum á þessu sviði mun halda áfram að aukast. Annað dæmi, kolefnisspor matvælaframleiðslu önnur mikilvæg áskorun þar sem að nýsköpun mun opna nýja möguleika. Sem matvælaframleiðsluland mikilvægt að Ísland haldi áfram að sækja fram á þessu sviði. Síðan hefur verið mjög jákvæð þróun í byggingariðnaði hér á landi og markvisst samtal leiðir til þess að draga úr losun í tengslum við byggingariðnað, lofa góðu og þetta svona dæmi sem ég held að aðrir geirar gætu lært töluvert af. Síðan á sama tíma samhliða því að neikvæðar afleiðingar loftslagsbreytinga koma fram með skýrari hætti, verður brýnna að draga beint úr tjónnæmi, til dæmis með viðvörunarkerfum og áhættu mati. Þarna miklir hagsmunir í húfi og viðbrögð við loftslagstengdri náttúruvá kalla á töluverðar fjárfestingar og nýsköpun. Þetta hins vegar mjög hagstæðar fjárfestingar þegar tekið tillit til takmörkunar á tjóni. Tryggingafélög þegar farin að setja aukið fjármagn í þetta svið og beita þekkingu sinni við að verðmæta áhættu, verðleggja áhættu. En ef við horfum þá fram á veginn, þá tel ég að þetta tímabil sé svolítið svona úrslita tímabil í baráttunni við loftslagsvá. Það ekki orðið of seint að snúa þessu við og það mjög mörg jákvæð teikn á lofti þó að líka sé að finna margt sem við höfum áhyggjur af. Það mikilvægt að horfa á það sem jákvætt og byggja það upp og tryggja það að það nái fram að ganga. Og þau ríki, borgir og fyrirtæki sem horfast í augu við staðreyndir og grípa til skynsamlegra aðgerða núna munu standa mun betur að vígi bæði vegna aukins mótstöðuafls gegn neikvæðum afleiðingum loftslagsbreytinga og sterkari samkeppnisstöðu í lágkolefnishagkerfi framtíðarinnar þar sem að kolefniskostnaður, kolefnisálag mun ráða mjög miklu samkeppnishæfnina.
Það má leiða því líkum að það sé akkurat þetta sem megin ástæða þess að Kínverjar hafa haldið ótrauðir áfram, bæði við að byggja upp rafbílaframleiðslu til útflutnings og aðgerðum til þess að draga úr losun heima fyrir, fyrst og fremst í orkugeiranum. En það mun hins vegar taka Bandaríkin nokkur ár að ná sér aftur á strik efnahagslega og vinda ofan af ákvörðunum sem þar hafa verið teknar á grundvelli skammtíma sjónarmiða. Ísland þarf einnig að taka sig á til þess að bæta samkeppnisstöðu sína í lágkolefnishagkerfinu og draga úr tjónnæmi gagnvart afleiðingum veðurfarsbreytinga. Hraða þarf orkuskiptum og þau þurfa einnig að ná til þungaflutninga á landi og samhliða því skynsamlegt að auka töluvert sjóflutninga. Ráðherra loftslagsmála mun innan tíðar leggja fram frumvarp á Alþingi að nýjum loftslagslögum sem munu hafa það markmið að efla stjórnsýslu loftslagsmála og auka aðkomu þingsins að því. Og vonandi næst samstaða þær úrbætur á komandi þingi. Ég þakka fyrir. Takk kærlega fyrir, Halldór, og takk fyrir að fara bara á heiðarlegan hátt yfir stöðuna með okkur. En nú yfir í atvinnulífið. Mörg íslensk fyrirtæki sameina sjálfbærni við frábærar viðskiptahugmyndir. Eitt þeirra Arctic Plank, sem býr til alls konar efni úr timburúrgangi. Við fáum næst erindi frá Högna Stefáni Þorgeirssyni, forstjóra og eiganda Arctic Plank. Gjörðu svo vel, Högni. Góðan daginn, ég heiti Högni. Takk fyrir að ég fá að vera hérna og kynna þetta fyrir ykkur. Ég hef unnið í fyrirtækinu mínu Arctic Plank frá árinu 2010, þar sem ég hef komið að mörgum verkefnum í útfærslum, hönnun og framleiðslu á gólfefnum, veggjaklæðningum, húsgögnum og innréttingum, allt úr endurunnu við. En þetta hefur nú byrjað eitthvað fyrr hjá mér, þetta dálæti á gömlu timbri. Ég fór að hugsa að ég bjó í Danmörku og 1998 þegar ég bjó þar var ég með verkefni að rífa út gömul gólfborð úr stigagöngum við Lilli Ístegaði og átti að henda þeim og ég fékk mig ekki til þess að henda því. Þannig ég fékk vin minn sem á niðurrifsfyrirtækið þarna að taka þessi gólf með mér og selja þau. Þetta voru á milli 3.600 og 4.000 fermetrar. En þegar ég flutti heim 2000 þá hafði ég haldið til milli 300 og 400 fermetrum af þessum gólfefnum. Og afgangurinn af þessum gólfum eru á gömlu tösku- og hanskabúðinni eða geysisbúðinni á Skólavörðustíg. Þetta eru gólfborð frá 1884 Kaupmannahöfn. Þannig að þetta getur maður kalla blæti mitt fyrir gömlu timbri nær eitthvað lengra tilbaka. Timbrið sem kemur til okkar það sem við eigum í dag eru gamlir fiskibátar sem við höfum unnið úr, bryggjutimbur og gömul hús sem verið að rífa. Við tökum þetta til okkar og finnum þessu, framlengjum lífið á þessu timbri. Við viljum veita þessu jákvæðari farveg. En magnið af timbri sem hent í dag, og þar vil ég nota fyrirtækið mitt sem heitir Timber Recycling til þess að ná utan það að við erum að henda á hverju ári á Íslandi 90 til 95.000 rúmmetrum af timbri. Og við reiknuðum þetta út og það ef þið ímyndið ykkur fótboltavöll, þétt raðaðan af timbri, þá nær sá stafli 16 metra upp í loft. Svona rétt eins og 7 hæða blokk.
Við pröfum líka að reikna það að ef við myndum fletja hann, að ef við færum neðan niður í metershæð, að þá myndum við hylja allan miðbæ Reykjavíkur. Þetta er magnið af timbri sem við hendum á Íslandi á hverju ári. Í tré erum við með lausnina við þessu og einmitt þessi mynd þarna sem þið sjáið. Margir hafa haldið að þetta sé erlendis frá, en þessi mynd er tekin í Álfsnesi á Íslandi. Þannig að við viljum nýta þetta hráefni. Það sem við viljum gera er að taka timbrið, hreinsa það og búa til vörur fyrir byggingariðnaðinn. Taka og pressa timbrið, búa til krosslímdar timbureiningar. Við getum búið til límtréspita, grindarefni, milliveggi, gluggaefni. Við getum gert allt úr þessu timbri sem annars er kurlað og ég veit að það er siglt út mörgum skipum á ári til bruna, til brennslu í Svíþjóð. Eitthvað þessu brent í Grundartanga. En við erum með lausnina við því. Við erum með í undirbúningi 1000 fermetra verksmiðju á Stórhöfuðborgarsvæðinu, þar sem við munum vera með móttökustöð, taka á móti sem mest af þessu timbri og búa til, eins og ég segi, umhverfisvænar vörur fyrir byggingariðnaðinn. Tók þátt í ráðstefnu í Danmörku í vor og var að tala við endurvinnslu aðila þar og þeir sögðu með það að það sem þið að gera, já, þetta eru 400.000 tonn hjá okkur, rúmlega. Það er yfir 800.000 rúmmetrar. Og þeir spurðu strax, er þetta ekki til í að koma og gera þetta bara hérna? Þannig að vandamálið er ekki bara hérna, þetta er allsstaðar. Gríðarlegt vandamál og við getum gert mikið jákvæðari hluti en við höfum gert hingað til. Takk fyrir. Takk fyrir, Högni. Hljómanu sem séu næg tækifæri framundan. Næsti fyrirlesari stýrir Rotovia sem byggir á grunni sæplasts á Dalvík. Rotovia framleiðir ennþá fiskikör en einnig ýmislegt fleira úr plasti. Það verður áhugavert að heyra hvernig plast og sjálfbærni fara saman og ég býð velkomin Daða Valdimarsson, forstjóra Rotovia. Já, góðan og blessaðan daginn. Við förum úr timbri í plast. Þá kannski skulum við bara hefja að leika í Hollywood. I just want to say one word to you. Just one word. Yes, sir. Are you listening? Yes, I am. Plastics. Exactly how do you mean? There's a great future in plastics. Think about it. Will you think about it? Yes, I will. Enough said. That's a deal. Hugsið ykkur bara, já. Frábær framtíð í plasti. Þetta myndskot er úr kvikmynd sem kom út svona það leit sem ég fæddist. Og núna, þá rúmum 55 árum síðar, þá er ég þeirri stöð að ég leiði stærsta plastframleiðslu fyrirtæki á landinu og við erum í topp 5 í okkar geira í Evrópu. Og ég stend alveg keikur hér þessum 60 árum síðar eða 55 árum síðar og segja að framtíðin í plasti er ennþá björt. Það eru vissulega margar áskoranir sem að felast í því að reka félag í plastiðnaði á tímum sjálfbærni en áskoranir fylgja tækifæri og við hérna sjáum ýmis lík. Og ég ætla svona á næstu 15 mínútum að fara aðeins dýpra í það hvernig við erum að bregðast við þessum áskorunum. En fyrst kannski bara örstutt félagið. Rotovia er ekkert mjög þekkt félag á Íslandi en það var stofnað árið 2022, var til þegar íslenski fjárfestar og eigendahópur keypti starfsemi sem var undir umbúðarreisanum Berry í Bandaríkjunum. Keyptum hverfisteypudeildina frá Berry og við erum í dag með 11 verksmiðjur í rekstri,
erum að selja vörurnar okkar aðallega í Evrópu og Ameríku. Við erum með 800 starfsmenn í félaginu. 60% af því sem við gerum er okkar eigin vörur sem við ýmist seljum eða leigjum og þar erum við með vörumörkin okkar, iTub, Cyplast, Varibox og Tempru. En 40% kemur síðan bara frá það sem við köllum sérhæfð framleiðsla, þar sem við erum að framleiða bara ýmsa íhluti fyrir önnur fyrirtæki, bara stóra bílaframleiðendur eða vindmylluframleiðendur og slík aðila. En svona vörurnar, bara til að gefa ykkur smá innsýn í það, þær eru á ýmsum toga en svona stærsti hlutin eru Cyplast-kerin og Varibox bambandir. Þetta eru endurvinnanlegar, endurnýtanlegar plastvörur sem hafa mjög langan líftíma. Við erum líka að gera mikið af ýmiss konar töngum, díseltöngum, vatnstöngum, AdBlue-töngum, ballastöngum í vindmyllur, aftur vörur sem hafa tiltölulega langan líftíma. Nú, eitt skemmtilegt dæmi bara í október á síðasta ári, þá var kynntur til leiks smábíl sem sagður er sá sjálfbærasti í heimi og við steyptum bodyið á þann bíl. Nú, síðast en ekki síst, þá erum við með félagið okkar Tempru, þar sem við erum að framleiða frauðplastkassa sem að tryggja það að íslenskur sjávarútvegur geti flutt sína vöru út og skila gæða matvælum á borð neytenda erlendis. Þar eru Temprukassarnir koma þeir sterkir inn og tryggja góða einangrun og það sama gildir þar húsaeinangrunina sem við erum að framleiða þar líka. Þar eru auðvitað að sjá til þess að okkur sé hlýtt á köldum vetranóttum og við eyðum ekki mikilli orku í að hita húsin okkar. En þá að málefni dagsins, plast og sjálfbærni og hvaða áskoranir og tækifæri felast í því að leiða þessi tvö orð saman. Svona það sem fer auðvitað hæðst í umræðunni er plastmengunin. Það er svona kannski það sem að dynur á okkur linnulaust að það er plast út allt orðið í náttúrunni. Plast sem efni er auðvitað frábært að mörgu leyti og stærsti kosturinn, eða svona meðal stærstu kosta plastins er að það er mjög létt sem leiðir til orkusparnaðar víða, en það er líka mjög endingagott. Og þessi tveir kostir verða svona í rauninni stærstu ókostir efnisins þegar því er ekki farga á forsvaranlegan hátt. Það þýðir að plast fýkur út allt og það brotnar mjög hægt niður. Þegar það brotnar niður, þá verður það örplasti sem að dreifist jafnvel ennþá meira. Þannig að stærstu kostirnir verða að hinum mesta ókosti ef við förgum því ekki á forsvaranlegan hátt. Það eru auðvitað líka áskoranir bara í kolefnisfótsporinu. Það er bara kolefnisfótspor af framleiðslu hráefnisins er tiltölulega hátt en á móti kemur þar að þegar efnið er komið inn í notkunarfasann, þá er það oftar en ekki að spara og minnka kolefnisfótspor þeirra sem er að nota vörurnar. Þannig í heildarkerfinu viljum við meina að áhrifin séu í rauninni jákvæð. Og síðan má það ekki líka horfa fram hjá því að kolefnisfótspor endurunnisplasts er mun lægra heldur en á nýju plasti. Og það er auðvitað svona einn af megin kostum plastsins, það er endurvinnanleikinn. Og þar eru mikil tækifæri fram undan en til þess að sé hægt að endurvinna plast, þá þurfa vörurnar sem vera framleiðar plasti að vera hannaðar með það í huga. Ég meina það er vont að vera að blanda saman mörgum plasttegundum eða setja mikið af stálhlutum eða einhverju slíku í, þannig að það þarf að hugsa til þess í hönnunarferlinu og geirinn er farinn að hugsa miklu meira þangað. Hann var ekkert að hugsa það þegar Dustin Hoffman var að slá í gegn í sínu hlutverki. Þá voru menn ekki að hugsa þetta, en í dag er það alveg komið á dagskrá. En við sjáum ýmsar áskoranir og tækifæri í stöðunni. Við erum búin að varða leiðina að sjálfbærri plastframleiðslu innan félagsins hjá Rotovia. Sú leið er ekkert bein og breið, en við erum komin að stað og við ætlum ekkert að hætta. Og
þegar við erum að svona horfa á sjálfbærni þá erum við að nálgast þetta bara út frá því að við viljum ná fram einhverju jafnvægi þarna á milli samfélags, efnahags og náttúru og tökum bara mið af sjálfbærni markmiðum Sameinuðu þjóðanna þar. Og við erum svona búin að leggja aðeins yfir það hvar það sem við getum lagt að mörkum og hvernig. Og við gerum okkur fullkomlega grein fyrir því að við munum ekki breyta leiknum í heiminum en við getum bara lagt okkar litla lóð á vogarskálarnar og vona að allir geri það. Og við erum búin að velja 8 heimsmarkmið sem við svona einblínum á og við erum búin að svona lista það svolítið og setja það svolítið vel niður fyrir okkur hvað við ætlum að gera og hvernig. Og ég ætla svona bara að sýna ykkur nokkur dæmi það núna. Fyrsta atriði snýr náttúrulega því að við segjum við þurfum að nota miklu meira endurunnið plast. Og við erum búin að setja markið á það að vera með 20% endurvinnslu hlutfall árið 2028. Við erum í dag með vörur í okkar vöruframbóði sem eru yfir því marki. Til dæmis variboxin okkar, þau eru með 30% endurvinnslu hlutfalli. Við erum að framleiða vörur fyrir Kompuna í Danmörku sem svona leiktækjaframleiðandi. Þar erum við með 33% endurvinnslu hlutfall. Tempra og Húsasmiðjan hafa verið að vinna saman. Tempra tekur frauðplastúrgang frá Húsasmiðjunni, blandar því í húsaeinangrun og nær þannig 20–25% endurvinnslu hlutfalli. Og svo erum við aftur í sæplastlutanum, þar liggjum við undir þessu markmiði í dag. Við erum komin í 10% hlutfall þar. Það sem að valda okkur svona vandræðum þar að þetta eru vörur sem eru notaðar í matvæliðnaði og við getum ekki verið með endurunnið plast í ysta lagi, í snertingu við matvæli. Það er bara, tæknin er ekki komin þangað að það sé í rauninni food approved eða samþykkt til nota í matvæliðnaði. Þannig að þar erum við komin í 10% endurvinnslu hlutfall, en þar höfum við líka farið að endurhanna vöruna og erum búin að endurhanna svona þessa stærstu módel í sæplast-vörulínu og rauninni lækka hráefnisnotkun, minnka þyngdina og nota minna hráefni án þess að koma niður á gæðunum. En svona heilt yfir á síðasta ári þá var endurvinnslu hlutfalli í Rotovia 5% og við erum að stefna 8% í ár og 20% 2028. Annað markmið snýr að því í rauninni að við sem félag viljum taka vörur frá viðskiptavinum okkar að loknum líftíma og koma þeim í endurvinnslu og tryggja okkur þannig að við fáum gott hráefni inn í okkar vinnslu. Því að ein af stærstu áskorunum í því að auka endurvinnslu hlutfall, það er það að vera með hráefni inn sem þú veist að er í lagi. Og við megum ekki lenda í því að hráefni sé að blandast með einhverju öðru sem að skemmir nýtingu þess fyrir okkur. Þannig að við erum búin að vera að reka núna síðustu 15 árin okkar eigin keralegu, iTub, og þau ker sem við settum þar inn í byrjun þess fyrirtækis nú orðin 15 ára gömul og eru svona búin að ljúka, mörg hver að ljúka líftíma sínum. Og við erum bara með dæmi eitt ker sem var ker númer 5 og það ker er búið að flytja einhver 100 tonn af fiski á líftímanum. Það er búið að ferðast 12 sinnum í kringum hnöttinn og við erum núna búin að taka þetta ker, kurla og búa til ný ker þar sem við blöndum þessu í. Við vitum að það var gæða hráefni í þessu keri og þess vegna erum við óhrætt að nota það í nýja vöru fyrir okkar viðskiptavini. Og iTub leigumódeli í rauninni bara hringrásarhagkerfi í hnotskurn. Þar erum við með púl af kerjum þar sem við deilum og viðskiptavinir okkar deila þeim á milli sín. Við notum kerin aftur og aftur og aftur og þegar þau ljúka líftímanum þá eru þau einfaldlega tekin og hökkuð niður, hráefnið uppgreidað aftur og nota til framleiðslu. Og lykillinn þarna er að vera með vöru sem er hönnuð fyrir endurvinnslu. Þessi vara er 100% póliethylín, ekkert annað og verður 100% póliethylín þegar hún kemur í gegn. Við erum líka að horfa á loftslagsmálin og við erum í
í Róthafi í dag með 60 hverfisteypuvélar í rekstri og þessar vélar eru þannig að það er gríðarlega stór ofn sem við erum með við hverja vél sem við þurfum að hita upp í 300 gráður og þetta eru ofnar sem eru kannski 5 x 5 metrar á stærð. Þannig að mikið rými sem þarf að hita upp og mikil orka sem fer þarna inn. Og í dag er bara hverfisteypugeirinn í heiminum nánast allur hitaður á jarðefnaeldsneyti, ýmist gasi eða dísilolíu. Og við erum búin að setja okkur það takmark að lækka losunum okkar per framleitt tonn 15% núna næstu eða þangað til 2028 og við erum að nálgast það með tvennum hætti. Annars vegar að bæta nýtinguna á núverandi búnaði en við erum líka farin að skipta út búnaði og taka þá inn nýjan búnað sem þá knúinn af grænni orku. Og þar höfum við verið að vinna ákveðið frumkvöðlastarf hér á Íslandi, þar sem í verksmiðjunni á Dalvík núna erum við með 2 af 3 hverfisteypuvélum sem eru knúnar af raforku. Og við settum fyrstu vélina inn þar 2012. Það var fyrsta vélin bara í heiminum á sínum toga og þegar við settum hann inn þá sló ég á það og reiknaði að við vorum í rauninni að spara það mikið jarðefnaeldsneyti að það svaraði til losunar alls bílaflotans á Dalvík. Dalvík er ekki stór bær en það eru 2000 manns. Þannig að við spöruðum það var samsvaraði því á þeim tíma. Og við erum síðan búin að bæta við einni vél og ætlum halda áfram með þessari leið. Við hins vegar vitum að þetta er ekki leiðin út í Evrópu þar sem það er bara græn raforka er af skornum skammti þar. Þannig að við þurfum og erum að vinna í að finna blandaða leið þar sem við munum nota raforku að einhverju magni en að einhverju leyti áfram jarðefnaeldsneyti. Nú, síðast en ekki síst þá bara sem hluti af okkar sjálfbærni vegferð þá leggjum við bara áherslu á að við erum ábyrgur vinnuveitandi og við erum náttúrulega framleiðslu fyrirtæki í bara starfsumhverfi okkar starfsmanna þá leynast ýmsar hættur og við leggjum bara mikla áherslu á að vinna kerfisbundið að því að útrýma þeim hættum. Við erum með 0 slysa markmið. Við erum ekki búin að ná því ennþá. Við vorum með 18 tilkynningaslys, skyld slys á síðast ári og það þýðir það að það voru 18 slys hjá okkur sem leiddu til fjarveru meira en daginn sem atburðurinn átti sér stað. Sem betur fer var engin alvarlegur atburður en við erum mikið að leggja áherslu á slysahættutilkynningar og það að fjarlæga slysahættur. Við viljum að hver starfsmaður flaggi að minnsta kosti 6 slysahættum á ári og svo auðvitað meina öryggismál er kúltúrmál. Þannig að við erum að leggja mikla áherslu á það að stjórnendur fylgi því eftir og sýni gott fordæmi og þeir gera það með því að fara í sínar öryggisgöngur með starfsmönnum og taka og vera bara virkir þátttakendur í að bæta öryggismenningun og mál félagsins. Þar fyrir utan þá erum við bara með svona sameiginleg heilsu- og öryggisgildi fyrir samstæðuna sem er mjög sýnileg í öllum verksmiðjum og þar eru skilaboðin algjörlega skýr. Öryggi er bara númer 1. En ég er svona búinn að fara aðeins yfir það ýmislegt sem við erum að gera í okkar innra starfi til þess að feta okkur í sjálfbærni átt en þegar upp er staðið þá held ég að Róthofía og það sem við erum að gera kannski stærsta framlagi okkar til sjálfbærni mála er í rauninni bara það hvernig við getum hjálpað viðskiptavinum okkar að minnka sitt umhverfisfótspor. Því okkar lausnir oftar en ekki styðja við sjálfbærni vegferð viðskiptavina okkar. Fleiri ekki sagt og fundið slitið. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir Daði. Við Íslendingar búum svo vel að nánast öll okkar orkuframleiðsla er umhverfisvæn, eins og við erum búin að tala eins hérna í morgun. En orkan þarf að komast til skila þar sem hennar er þörf.
Og þetta ætlar Ragna Árnadóttir, forstjóri Landsnets, að fjalla í sínu erindi. Gjörðu svo vel, Ragna. Komið í sæl. Heiður að fá að vera hérna í dag og gaman að segja ykkur frá okkar ágæta flutningskerfi og áskorunum. Ég heiti Ragna og ég 2 mánaða. Ég búin að vera í þessu starfi síðan 1. júlí. En ég ætla að segja ykkur frá því að fyrir mér sjálfbærni mjög áhugavert hugtak og ég hef töluvert pælt í hvað það þýðir í raun og veru að vera sjálfbær. Af því að þegar að ég fór fyrst að heyra af þessu hugtaki og læra það, þá var þetta eiginlega þannig að jú, við skulum alveg hugsa umhverfi og náttúruna en það má bara ekki kosta neitt. Við skulum ekki láta það koma niður á arðseminni. Og maður fer að hugsa hvenær getum við sagt að við séum sjálfbær og með sjálfbæra starfsemi. Og þetta finnst mér mjög áhugavert og þess vegna rosalega gaman, finnst mér, að koma aftur í orkugeirann. Við erum að starfa í okkar stórkostlega fallegu náttúru. Við getum alveg haft skoðun á því hvort að hinna að þessi fossinn sé svona hinsegin. Fegurðarmatið alltaf mjög afstætt, en við verðum að ég tel að gangast við því og bara viðurkenna, heyrðu, þetta fallegt, en við ætlum að nýta þetta með ákveðnum hætti. Af því að við viljum halda uppi ákveðnum standard, við viljum ákveðin lífsgæði, við viljum að þjóðfélagið okkar sé með ákveðnum hætti og þarna nú fjarstýringin, gaman að því. Orðið þreytt? Gott. Ég ætla að segja ykkur fyrst aðeins frá Landsneti, frá flutningskerfinu. Það þannig að við rekum flutningskerfið, háspennulínurnar, síðan það dreifiveiturnar sem sjá afhendingu til dæmis inn á ykkar heimili. Landsnet mjög áhugavert fyrirtæki. Það eru 3300 kílómetrar af háspennulínum og 380 kílómetrar af sæstrengjum og jarðstrengjum. Þannig að þetta alveg töluverður eignastofn sem undir. Við erum reglað fyrirtæki, við erum með sérleyfi, við erum með einkaleyfi á að byggja upp flutningskerfið og reka það og við sjáum kerfisþjónustu, stýra kerfinu. Því eins og þið sáuð þarna á Íberíuskaga hér fyrir á árinu að ef það ekki jafnvægi í kerfinu þá getur ýmislegt gerst og í versta falli svona blackout. Þannig að við sjáum stýringuna. Þannig að, og við erum 170 sem erum á Gylfaflutinni. Við líka nýtum mikið af verktökum og við erum svona út allt, myndi ég segja. Við erum með línuhópa, þeir fara landið, sjáum viðhald og framkvæmdir og að sjálfsögðu í samstarfi við verktaka. Þannig að, þetta ekki bara allt á hreinu? Þetta ekki bara fínt? Heyrið ekki bara það flutningskerfi? Þetta gangi bara allt mjög vel? Nei? Heyrið. Málið það að við erum með sterkt flutningskerfi til dæmis hérna á Suðvesturlandi og Suðurlandi og hérna Norðausturlandi. En svo erum við með þessa flöskuhálsa. Það að segja, við erum ekki með nægar styrkingar til þess að orkan geti flætt frítt og þetta þýðir raun og veru bara eitt. Þetta þýðir sóun og sóun örugglega ekki hluti af sjálfbærni. Þannig að þetta auðvitað eitthvað sem þetta hindrar til dæmis atvinnuuppbyggingu og hindrar það að við getum nýtt okkar grænu orku til fulls. Við erum að horfa fram á eftirspurn, við horfum fram á orkuskipti, við erum búin að heyra það að við þurfum að standa okkur betur og þá bara spurningin, ætlum við ekkert að gera í þessu? Jú, við ætlum að gera alveg helling í þessu. Við ætlum að byggja línur, við ætlum að styrkja flutningskerfið og við erum að ýmsu framkvæmdir hringinn kringum landið. Förum aðeins inn í, að þeim svo gaman að hugsa hvernig hlutirnir voru að því að þeir útskýra hvar við erum í dag. Á 7. og 8. áratugnum var byggð hér byggðalína hringinn kringum landið
og svona ég held að síðustu framkvæmdum við byggðalínu og hann hefði tengt saman svona miðjan, sem sagt það var sem sagt á 84, á 8. og 9. áratugnum. Og þá var samtenging og þetta var í raun og veru frumkvöðla starfsemi. Hérna fóru línuhópar eða mælingaflokkar á hálendið í sínum vaðstigvélum með bakpoka, með hælana á bakinu, sem sagt í bakpoka, og það var farið, það var búið að plotta línuna og hún var lögð. Fyrst settir hælar, mældir og allt og síðan framkvæmdir. Og ég veit þetta aðeins vegna þess að ég var nú sjálf í mælingum sumarið 1990 og 91, þá var að vísu búið að byggja byggðalínuna. En það vildi þannig til að faðir minn hannaði háspennulínur, þannig að ég svona alin upp í háspennulínu umhverfinu og finnst það reyndar alveg, möstur alveg rosalega falleg. Ég ætla að ræða við ykkur eftir. Ég ætla að samfæra ykkur hvað þetta alveg hrikalega falleg fyrirbæri. En sem sagt, byggðalína var byggð og er þetta ekki bara fínt? Er þetta ekki bara gott að hafa þessa byggðalínu? En byggðalínan verða svolítið gömul og komin til ára sinna, þannig að það þarf að styrkja og bæta. Við erum með byggðalínu hringinn í kringum landið og út á Vestfirði, en það ýmislegt sem þarf til þess að styrkja kerfið. Og við erum, þið heyrið það kannski mest, það tengingin milli frá suðri og til norðurs. Og við erum að tala um 3 stóra línur sem eru á teikniborðinu á næstu 7 árum. Og það eru Holtaverðarheiðarlínurnar, númer 1 og 3 og síðan Blöndulína 3. En það má ekki gleyma því að við erum í ýmsum öðrum framkvæmdum og við höfum til dæmis núna í sumar var lagður strengur til Vestmannaeyja. Það eru líka styrkingar í gangi, viðhald og svo væntanlega framkvæmdir á Vestfjörðum, á Suðvesturlandi og Suðurlandi. Þannig að það ýmislegt sem í gangi sem að fer ekki jafn hátt og þessar stóru framkvæmdir sem eru framundan. Og ég ætla bara að segja þá ekki allt bara í fínu lagi. Við ætlum að byggja og styrkja flutningskerfið. Við ætlum að eyða 59 milljörðum á næstu 7 árum að því við ætlum að byggja allar þessar línur, hver í sínu lagi á 3 árum. Þetta í okkar áætlunum. Þetta það sem við viljum ganga út frá. En því miður, það eru ljón í veginum, þannig að þetta kannski verður ekki alveg svona eins og ég að segja ykkur. En þetta svona myndin. Þá förum við aðeins inn í sjálfbærnina. Sjálfbærnin í raun og veru svona í DNA-inu okkar í Landsneti. En það alltaf merkilegt að við eigum samkvæmt lögum að byggja flutningskerfið og reka það með skilvirkni og hagkvæmni að leiðarljósi. Við erum að starfa í náttúrunni og að sjálfsögðu okkur umhugað náttúruna. Við viljum standa okkur vel og við viljum standa okkur vel gagnvart samfélaginu því að við gerum það ekki, þá komumst við bara ekki með neitt. Og við erum með kerfisáætlun sem að þá uppbyggingar áætlun til 9 ára frá 25 til 34 og svo erum við líka með framkvæmda áætlun til 3 ára þar sem við segjum hvað við ætlum að gera á næstu 3 árum. Og það alltaf merkilegt að pæli því að á þessum gildistíma kerfisáætlunar sagt, búið að reikna sig fram á það að þjóðfélagslegur eða þjóðhagslegur ábati 1200 milljarðar á tímabilinu. Þannig að ég ætla bara að segja, erum við ekki bara í toppmálum? Erum við ekki öll sammála um það að þetta þurfa að gera og að nú skuli bara bretta upp ermar og hefjast handa? Og til þess að fylgja eftir því að þetta ekki bara þjóðhagslegur ábati og nauðsynlegt fyrir samfélagi, heldur þetta líka svona gullfallegt. Ég skal alveg viðurkenna það, það finnst ekkit öllum þetta fallegt og fólki finnst ekkit gaman að fá þetta, í bakgarðinn hjá sér. Það staðreynd. Og þá komum við bráðum að því sem að mér langar líka að segja ykkur frá áskorunum. En vissulega eru áskorunni líka í landslæginu og að finna út úr því að gera þetta á sem bestan hátt. Og það getur verið ákveðin lausn á ákveðinu stöðum að leggja í jörð. En ég man vel eftir þessari umræðu jarðstrengina
Það var svona fyrir 15 árin sem að það byrjaði. Það átti að leysa allan okkar vanda. Heyrðu, já, við sleppum við að horfa á háspennulínuna, setjum þetta bara allt í jörðina. Það ekki rosa sniðugt? Svo kemur ljósa að það náttúrulega mjög dýrt, það líka ekki alltaf tæknilega framkvæmanlegt og svo það líka, hefur það töluvert umhverfisleg áhrif að leggja jarðstrengi. Þeir eru nú ekki alveg ósýnilegir. Af því við viljum svo gjarnan njóta, við viljum gjarnan hafa hlutina með ákveðnum hætti, en við viljum ekkert endilega sjá. Við viljum ekki sjá virkjanir, við viljum ekki sjá háspennulínur og vindmyllur, guð minn góður, ef að tala þær. Þannig að þetta samt áskorun og þetta eitthvað sem við erum alltaf að skoða betur og betur. Við erum líka með tengivirki, við erum 83 tengivirki landið og þið sjáið svona, þau eru svona misvel útlítandi og eru samt í ákveðin endurnýjun út af nýrri tækni. En þannig að við erum að hugsa þetta. Ok, þannig að það þjóðfélagslegur ábati, það check, rosa fallegt, check, en hvað svo? Svo kemur þetta, megum við framkvæma, höfum við heimildirnar og þetta það sem okkar áskorun, að finna út úr því hvernig við getum átt samskipti og samtal við hagaðila. Það eitthvað til sem að heitir, þú veist að það kannski ekkert sérstaklega skemmtilegt orð þetta sérhagsmunir, vegna þess að sérhagsmunir eru þrátt fyrir að allt varðir af stjórnarskráni, það eignarrétturinn. En það eru líka almannahagsmunir, eru ákveðnu marki varðir af stjórnarskráni, þannig að þá til dæmis ef það þannig að það þarf að leggja línu og landeiganda og landsneti í þessu tilviki sem ég að tala kemur ekki saman, að þá þetta úrræði með eignanámið sem þá vegna almannahagsmuna. En þetta ekki, já, þetta mjög löng og svona þung leið að fara og þegar við hugsum aftur byggðarlínuna, það gekk bara rosa vel. Þeir fóru bara upp á fjöll, þessi kallar, með bakbókana sína og mælitækin og ráku niður staura og byggðu línur. Bændurnir, þeir vildu auðvitað fá rafvæðingu í sína sveitir. Það var uppbygging í gangi, þetta var virkilega sýnilegir hagsmunir, sýnilegur ávinningur fyrir byggði landsins að það yrði öflugt raforkukerfi. Núna þetta aðeins öðruvísi, ég meina fyrir það fyrsta eru jarðir, ég meina það eru töluvert verðmæti í jörðum í dag, ég meina það eru bæði geta verið frístundabyggðir eða nú búskapur auðvitað, en svo líka bara þetta, heyrðu, mér langar að horfa út úr glugga minn, nýbúin að byggja þetta sumarhús hérna, ég ætla að horfa út úr glugga minn og mér langar ekki að sjá eitthvað mastur. Og af hverju ætti ég að horfa á þetta mastur? Hvað fæ ég fyrir það? Ég fæ ekkert fyrir það sem að mér finnst skipta máli. Hvað ætla ég að gera? Ætla ég að byggja gagnaver? Já, ég bara móti gagnaverum, ég bara móti bitcoin. Já, ég vil þetta ekki. Eða þetta fyrir stóriðuna, eða þetta fyrir einhvern í öðrum landshluta. Þetta umræða sem við verðum að taka og þetta umræða sem við verðum að skilja hvernig á að takast á við og hvernig á að leysa. Því að við horfum á þetta með þjóðfélagslegan ábata og samfélagslegan áfinning af því að hafa flutningskerfi sem virkar með okkar grænu orku, þar sem engin sóun, þar sem að það getur farið fram atvinnuuppbygging á landinu og við getum kveikt og slökkt á ljósunum án vandkvæða. Ég meina þetta eru lífsgæði sem að eru alveg ótrúleg og við hugsum okkar endurnýjanlegu orku eða orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum að þú veist, því líkur lúxus. Þannig að í raun og veru bara hvað málið? Hvernig eigum við að gera þetta? En það verkefni, við verðum að finna út úr þessu. Þetta flókið og það sýnist sitt hverjum. En ef við getum orðið sammála það þjóðfélagslegur eða þjóðhagslegur ábati sem að felst í því að við höfum vel fungerandi flutningskerfi, þá erum við komin eitthvað. Og talandi sjálfbærni, þá held ég að við höfum kannski ekki verið, já, við mættum kannski nálgast það með skipulegri hætti í Landsneti. Við erum auðvitað með sjálfbærni og höfum það að leiðarljósi í öllum okkar störfum. En mögulega getum við gert það með skipulegri hætti. Það alltaf hægt að gera betur. Þannig að þetta í raun og veru okkar verkefni,
en líka ykkar. Þetta sameiginlegt átak. Við verðum að gera þetta saman. Við verðum að finna út úr þessu saman sem samfélag. Þannig að með þeim orðum ætla ég að segja bara þakka ykkur fyrir. Ég þakka Rögnu fyrir, en vinirnir 3 sem reka Plöntuna, kaffihús og bistró sem býður upp á frábært kaffi og gómsætan mat og það vill svo til að allur þeirra matur grannkeramatur. Ég verulega spennt að heyra reksturinn og hugmynduna á bak við Plöntuna, en ég aðalega spennt fyrir því að smakka á veitingunum þeirra hérna frammi og eftir. Og ég býð Hrafnhildi Gunnarsdóttur, ein af stofnendum Plöntunar, velkomna. Takk fyrir. Góðan daginn. Ég heiti Hrafnhildur Gunnarsdóttir og ein af eigendum Plöntunar. Við rekum 2 plöntumiðastaði hérna í Reykjavík. Plöntuna kaffihús sem opnaði sumarið 2022 á Njálsgötu 64 í miðbænum og síðan Plöntuna bistró sem hérna í Norræna húsinu sem við opnaðum síðastliðinn febrúar. Mér langar smá að segja ykkur frá Plöntunni, hugmyndafræðina á bakvið hana og hvers vegna ég, Benni og Júlía að standa í veitingarekstri. Málið nefnilega það að við erum hugsjónafólk í litlu fyrirtæki sem drifið áfram af ástríðu og metnaði fyrir því að gera vel og hafa áhrif. Mig og Júlíu hafði alltaf dreymt að reka kaffihús eða veitingastaða, ótrúlegt en satt, og ástríða okkar matagerð. Og við höfðum öll verið grannkerar í nokkur ár áður og aðalega út af umhverfissjónarmiðum og sáum í rauninni bara gat á markaðnum fyrir stað sem við höfum sjálf vilja geta heimsótt og farið á. Þannig við ákveðum að láta til skars skríða. En hugmyndin á bak við Plöntuna að gera grænmetismat og bakkelsi aðgengilegt öllum og normalisera það í samfélaginu að velja sér það sem valkost í daglegu lífi, ekki bara fyrir grænmetisætur eða grannkera, heldur bara allt fólk á öllum aldri. Og við leggjum mikið upp úr því að allt sem við gerum sé bragðgott og úr gæðahráefnum og gefi hefðbundum mat og bakkelsi sem við þekkjum öll ekkert eftir. Og við reynum eftir fremsta megni að kaupa íslenskt og staðbundið hráefni og þegar það í boði. En svo skiptum við líka matseðil á bístróinu okkar eftir ástíðum, reynum að nota hráefni sem í uppsýkjutíma og lyfta því upp á hærra plan. Og það skiptir ótrúlega miklu máli að við séum með grænmetis og ávaxtarækt á Íslandi og við ættum í rauninni að gera miklu meira af því, finnst okkur, þar sem við höfum bæði auðlindir og tækifæri á Íslandi til þess að gera bara meira og betur þegar litið til fæðuöryggis og sjálfbærni. Og þau hráefni sem við nú þegar rækta ótrúlega bragðgóð og bara af rosalega miklum gæðum. Og í rauninni þá kannski bara æðra markmið okkar að reyna að gera grænmeti og ávexti smá meira cool og bara, vekja áhuga fólks á því. Við reynum eftir fremsta megni að versla við litla aðila og velja vel með hverjum við vinnum, allt frá kaffi til grænmetis og við vitum hvernig það að vera lítill aðili í rekstri og það skiptir máli að það sem vel gert og að byggja upp samfélag minni aðila sem að hafa brennandi áhuga og metnað fyrir sínu starfi og framleiðslu. En síðan viljum við sem fyrirtæki líka taka ábyrgð og gera allt sem við getum til að vera umhverfisvænn rekstur án þess að kannski viðskiptavinur okkar finni ótrúlega mikið fyrir því að við séum kannski eitthvað umhverfisvænn heldur hver annar staður. Og okkur finnst það rauninni sjálfsagður hlutur í rekstri að vera umhverfisvænn og stór hluti af því meðal annars að allt sem við bjóðum upp á plöntumiðað. En annar angi þess líka nýting og kaupa notaða hluti. Meðal annars þegar við opnuðum Plöntuna kaffihús þá var bara meiri hluti þess sem við keyptum notaður, bæði stór eldhústæki, kaffivélar, en líka bara borðbúnaður, glös, diskar, bollar og alls konar og bara mestur hluti þessa
vara og bara þessa tækja er ennþá í notkun. En svo notum við líka tækifæri og smíðum alls konar húsgögn úr gömlum hlutum, úr gömlum húsgögnum og reyndum að hanna staðinn okkar þannig að það væri hægt að nota gamla hluti og gerðum alls konar upp. Síðan erum við mjög meðvituð matarsóun, hugsum það sem við erum að kaupa og nýtum allt sem við kaupum, skipuleggjum innkaup þannig að allt sé notað og búum til alls konar spennandi úr því sem annars yrði hent. Og ef við getum ekki notað þá reynum við að koma til fólk sem kann þess að meta. Og með þessu móti hefur okkur tekist að láta veitingarekstur sem mjög umhverfisvænn blómstra, tryggt upp mjög traustan kúnnahóp og í rauninni bara gert vörumerki sem sístækkandi. Við eigum okkur alls konar stóra drauma og vonum að við séum búin að ná að planta fræjum í huga fólks að grænkera-kostur sé spennandi, góður og skipti máli í stóru myndinni. Matur getur verið ótrúlegt sameiningarafl og skapa rými fyrir fólk til þess að njóta samvista, deila hugmyndum og draumum. Og að lokum langar mig að minnast á að við erum með smá smakk hérna frammi að lokinni dagskrá og ég hlakka til að sjá okkur þar. Takk fyrir, Hrafnhildur. Þá komið að síðasta frummælanda dagsins, en það hann Helgi Rúnar Óskarsson, forstjóri og eigandi 66 gráðu norður, en fyrirtækið hvorki meira en minna en 99 ára á þessu ári. Gjörðu svo vel, Helgi Rúnar. Jæja, komið sæl. Gaman að sjá okkur. Já, alltaf gott að vera síðastur. Herðu, það þannig að við eigum náttúrulega eitt og annað sameiginlegt og til dæmis að koma okkur hingað, sumir komu akandi á bíl og sumir kannski tóku strætó eða löbbuðu eða hjóluðu. En það eitt sem við höfum öll sameiginlegt, öll. Og ekki bara í þessu herbyggi, heldur allir Íslendingar og allt mannkynið. Og það það að við erum öll í fötum. Og fataiðnaðurinn, hann mengar einna mest af öllum iðnaði í heiminum. Og svona til að henda einhverjum staðreyndum á gólfið, þá fast fashion iðnaðurinn, þar hent svona 92 til 4 milljónum tonna af fatnaði og efnum á ári. Og ef maður hugsar ný föt, við erum nú svona að kaupa okkur föt á og til, að þá 60% af öllum fötum sem eru seld í heiminum, þeim hent innan árs. 60%. Þannig að þessi iðnaður sem ég starfa í, hann mjög mengandi og hann skilur þessi kolefnisspor, það þarf að lita flíkur, það þarf að flytja þær og við notum plast í eitt og annað og sumar vörur sem eru búnar til í fataiðnaðinum eru búnar til úr plasti og þannig að þetta alveg risamál í umhverfismálum, fataiðnaðurinn. Þannig að við erum búin að spá mikið í þetta og þá má ég segja, í raun og veru segja það að þetta sé búið að vera hluta af þessu fyrirtæki alveg frá stofnun því að þegar Hans Kristjánsson sem stofnaði fyrirtækið árið 1926 á Suðureyri við Súgandafjörð þá ef þið sitjið okkur aðeins í hans spor, hann fæddur á Suðureyri og hann fer til Noregs til að læra sjóklæðagerð, hver gerir það árið 1926? Það hlýtur að vera eitthvað svona æðra markmið heldur en bara það að fara að framleiða eitthvað sjóstakk. Jú, við vitum það náttúrulega öll sem Íslendingar að allavega í minni fjölskyldu, afi minn fór í sjóinn, hann enda tókst að bjargunum en hann fekk lungnabólgu og dó frá 8 börnum. Og langaði minn í móðurættina, hinn var í föðurættina,
hann fór niður og náðist ekki bjargunum. Og ég held að flestir inni eigi annarkvort vonandi ekki ná skildan ættingja, en stundum það þannig. Við mistum 200 manns í sjóinn milli 1970 og 1980. Þannig að þegar þessi náungi hérna byrjaði að framleiða sjóföt, þá var eitthvað æðra markmið. Hann vildi bjarga mannslífum, og þegar menn að byrja að gera fatnað sem á að bjarga mannslífum, þá eru svona ákveðin element sem verða að vera í fatnaðinu sem þú ert ekki tilbúin að gefa neitt afslátt á, eins og þetta þarf að vera gæði og þetta þarf að endast og svo framvegis. Og ef við förum aðeins yfir söguna, þá stofnar hans þetta. Hann rekur fyrirtæki í 45 ár. Hann fer fljótlega að sauma á björgunarsveitirnar, því þær voru náttúrulega þeim tíma bara bjarga aðalega sjómönnum. En það sem gerðist, og ég tala oft þetta þegar ég að kynna fyrirtæki erlendi, svona í kringum 1930, að því sjáu þennan mann þarna sem að vinna þarna við gatnagerð, að hann bara í venjulegri regnkápu. Þetta bara svona regnkápa eins og þið getið keypt bara út í búð, hvar sem í raun og veru. Og það var í raun og veru þannig að við Íslendingar, við byrjuðum að nota þessi vinnuföt bara til daglegra nota. Og þegar fyrirtæki eins og þetta sem við erum að vinna við, að framleiða fatnað sem þarf að standa svona þessar kröfur sem þú gerir til vinnufatnaðar, en það líka vera nýtilegu til daglegra nota, þá þarf að hanna þannig að hann líti ekki þannig út að þegar þú mætir í honum að þá svona, já, þú ert ennþá í vinnufötunum. Þannig að það verður svona hluti af hönnunarferlinu. Síðan verða vöruflokkarnir fleiri og það kom barnafatnaður, og mér finnst alltaf gaman að sýna þessa myndanda frá 1972. Þetta er svona tískuljósmynd, við hefum nokkra svoleiðis frá 8. áratugnum og tekið inn í Lækjargötu. Og svo náttúrulega gaman að líka vera hana með gallan sem ég man að Björk gerði nú frægan á sínum tíma þegar hún var að rölta hérna niður göturnar í Reykjavík. Og síðan árið 1999 þá byggðum við verksmiðju í Lettlandi, en árið 1999 vorum við með 6 verksmiðjur á Íslandi. Og það var hættur að vera arðbær rekstur, því að launakostnaður á Íslandi var bara búin að hækka það mikið að við erum að leita leiða til þess að geta framleitt líka erlendis. Og þið sjáu hana Lóló hana, hún vann hjá okkur í 40 ár, hún Lóló, það síðan það sem stendur hana bak við saumakonuna. Og hún var meira og minna í Lettlandi bara í svona 2 áratugi og var að tryggja það að öll þessi þekking sem var búin að byggjast upp á Íslandi, hún myndi flýtast þarna út. Síðan opnum við okkar fyrstu búð í erlendis árið 2014 í Kaupmannahöfn, sem við starfrækjum þar enn í götu sem heitir Svertegade eða Svertugata, því að þar er gamall prentiðnaður og Berlínske tíðinni og fleiri hafa verið þar. Og síðan 2016 líka merkild ár, þá fyrir við að vinna með Gore-Tex, en þú þarft að fá sérstaklega leyfi til þess að vinna með Gore-Tex. Og síðan 2022 opnum við svona flaggskipsbúð á Regent Street í London, og síðan var þetta ágætis ár fyrir okkur líka að því leyti að þá svona talandi sjálfbærni, þá fáum við þessa vottun sem heitir B Corp vottun, og ég mun tala eins betur á eftir. Síðan opnum við á flugvellinum í Kaupmannahöfn í fyrra sumar verslun sem við opnum svona fyrst bara til pröfu, en hún gengið það vel þannig að við erum búin að gera langtíma samning þar. Þannig að við byrjum í sjóstaki og erum komin svona í það sem að við köllum í dag hlífðarfatnaður fyrir dagleg not. Og þegar við erum að hanna flíkur, eins og stendur hérna, þá stefnan okkar svo að við leggjum ennþá áherslu á það að framleiða eitthvað sem að endist til lengri tíma, en það sem við hugsum líka mikið að varan sem við erum að framleiða, hún nýtist við mismunandi aðstæður. Þannig að hér sjáum við einhvern Íslending sem í einhverjum snjóstormi, og svo þetta Leifur sem var fyrst Íslendingurinn sem fór upp norðurhlíðina á Mount Everest og ífatnaði frá okkur og í raun og veru bara byggt á sama jakkanum. Og þetta síðan hún Sabrina Carpenter, sem allavega þeir sem hlusta á svona nýjustu músíkin í dag þetta kannast við, því að ég tekkaði í síðustu viku, þá var hún með mest hlustaða lagið og svo næst mest á alveg upp í 5 eða 6 eða 7. Hún mjög vinsæl í dag og við vorum náttúrulega mjög glöð við því. Allt í einu birtist hún bara á Instagram í þessum samablessaða jakka, þannig að það var mjög ánægilegt að sjá. Þannig að eitt af því sem við höfum sagt í okkar markaðsherferðum þú þarft ekkert annan skíðajakka. Og af hverju erum við að segja það?
Jú, við erum að segja það, ef þú kaupir þér jakka sem er hannaður með ákveðnum hætti og hann getur gert ákveðna hluti, eða þú getur gert ákveðna hluti í jakkanum, að þá í raun og veru nýtist jakkin í alls konar ólík verkefni. Og það er það sem við viljum í raun og veru stuðla að. Þú kaupir kannski bara aðeins færri jakka, en þú kaupir jakka sem að bæði er með góð gæði, hann endist og það er að nýta hann í mismunandi aðstæður. Og hérna er kannski ágætis dæmi þetta, þegar við komum fram með þessa úlpu hérna sem Baltasar er í og fekk nú viðurnefni Baltaúlpan, þá hönnuðum við þessa úlpu í samvinnu við björgunarsveitirnar og kvikmyndagerðarfólk. Og við fengum sem sagt björgunarsveitirnar til að koma með svona athugasemdir, því þeir eru náttúrulega að nota vörurnar í erfiðum aðstæðum. En kvikmyndagerðarfólk gerir það líka og þessi ágæti maður hérna sem þið sjáu hér, þetta er raunveruleg mynd sem er bara tekin á setti, hann er sem sagt búinn að vera skjóta og er að skoða hann í iPadin sinn nýjustu tökurnar. Og síðan er Rax ljósmyndari þarna sem að gengur í þessu svona dagstaglega. Og þarna enn og aftur undirstrykar svona þessi hönnunarstefna okkar að þarna er vara sem að uppfyllir þessar kröfur. Og svo er gaman frá því líka að segja að ég fekk hitti Breta daginn í búðinu okkur út á Regent Street og þá sagði hann mér það að hann væri sem sagt hættur að vinna en væri sem sagt búinn að gerast náttúruljósmyndari, búinn að gera gott í Unilever í gegnum árin og búinn að gerast náttúruljósmyndari og hann var að fara til Grænlands og hann hafði haft samband við mann sem var búinn að vera á Grænlandi meira og meira á hverju ári fyrir síðustu 30 árin og svo fekk hann svona lista, innkaupalista af vörurnar sem hann átti að kaupa svo hann verið ekki kalt á Grænlandi. Þeir voru að fara í einhverja mjög erfiða tökur að leita einhverjum ísbjörnum og svona. Og efst á þessu lista var þessi úlpa sem myndi jökla. Og hann þekkti ekki vörumerkið. Þannig að hann segi, já, ég merki hann að ég þekki, nei, ég bara keypti eitthvað annað vörumerki og nefndi eitthvað merki. Og þá segir hann, ég bara keypti það svo vilt. En þá ætla ég ekki að ábyrgjast að þú frjósir ekki helan á Grænlandi. Þannig að það var mjög ánægilegt að fá svona fréttir eins og þessar. Við erum búin að vera til í 99 ár og við erum að fagna því núna og við erum náttúrulega kannski aðeins bara svona skemmt okkur líka við því að 99, náttúrulega 66 á hvolfi. Þannig að við erum svona mjólka svolítið afmælisárið okkar. Þannig við erum ekki bara að halda upp á 100 ára afmælið, við erum að reyna að halda upp á 99 ára og 100 ára afmælið. Og það hefur bara tekist ágætlega því að sko, í þessum heimi það sem er rosalega erfitt, það er allir einhvern veginn að öskra hátt og enginn heyrir í manni og þeir eru út með vörumerki sem að þú ætlar að byggja upp á alþjóðlegum vettvangi og þarf þetta einhvern veginn að gera eitthvað svo einhver taki eftir þér. Og þetta er pínu sem lítið svona eins og litla sískin í stóra sískinánum. Ég er sko yngsta barn og maður er alltaf eitthvað að reyna að gera eitthvað til þess að fólki taki eftir mér og svo nennir náttúrulega enginn að hlusta á mann. Þannig að við erum pínu þar út í sínum stóra heimi. Við erum náttúrulega áberandi á Íslandi en út í hinu stóra heimi þá erum við náttúrulega ennþá bara pínu lítil. Og þannig að við fórum til Kaupmannahafnar núna í byrjun ársins með þessa sýningu hérna. Og þarna sýndu við vörur og stikluðum á stóru síðustu 99 árin og þetta fekk gríðarlega athygli hjá erlendu fjölmiðlum. Og þarna kom bandaríski fjölmiðlar, breski fjölmiðlar, danski fjölmiðlar og sýndu þessu mikinn áhuga. Og það var mjög gaman að hitta þetta fólk og þeim finnst þetta náttúrulega mjög áhugavert að hér fyrir Íslandi sé fyrirtæki sem er bráðum 100 ára gamalt og þetta er svona hluti af því efni sem er búið að vera að birtast núna á þessu afmælisári í pressunni úti. Og allt skiptir þetta máli þegar þú ert að reyna að koma vörumerki á framfæri. Nú síðan var það náttúrulega mjög ánægilegt að við vildum fá núna til að þegar við vorum að halda upp á 99 ára afmælið, þá vildum við fá 99 ára gamla fyrirsætu og hún er mætt hérna og hún er að vera stórstjarna eins og þið sjáið. Það er hún Ólafía og hún er komin á vegginn og síðan ekki nóg með það, heldur tók eitt svona flottasta síðan í tískuheiminum þetta upp strax í gær og ákvað ég að smella þessu þannig inn og það var mjög gaman að sjá Ólafíu þarna. Nú, hönnunarstefnan, við viljum líka alla vörur séu viðgerðarhæfar
Og þetta ekki bara vegna þess að við erum eitthvað að reyna að líta út fyrir að vera rosa sjálfbær. Það var bara þannig að Íslendingar áttu bara ekki bót fyrir rassinn á sér árið 1926 og gátu bara ekkert farið og keypt sér nýjan sjóstakka ef hann rifnaði. Það þurfti bara að gera við hann. Þannig að þetta var nú eiginlega svona aðaltekjulind fyrirtækisins til að byrja með. Það var bara viðgerðarstofan. Og við erum sem sagt búin að reka þessa viðgerðarstofu frá 1926 og við gerum við yfir 4.000 flíkur á hverju einasta ári. Þannig að ef að bílar rennilega ás eða þið rífið þetta óvart eða eitthvað gerist, þá gerum við þetta fyrir ykkur. Og svo er náttúrulega þetta hérna líka og við gerum svona grína þessu að það er svona versta við barnafatnaðinn okkar, segja börnin sjálf, er að bróði minn eða systir mín átti þetta undan mér. Það kannski þykir ekkert rosa töff. Miklu betra að fara að kaupa bara eitthvað nýtt. Nú svo er það annað, þessi galli hérna, ég vil líka setja mynd á honum, hann heitir Magni. Og ég man alltaf þetta þegar ég heimsótti verksmiðjurnar í fyrsta skipti til Lettlandi og ég var með honum Hermanni sem vann hjá okkur í 25 ár og er sko hókinn af reynslu í textilbransanum. Og Hermann sagði, verður ekki búin að heyra söguna sem galla hérna? Og þá var sko verið að sauma gallan bara beint fyrir framan okkur. Ég segi nei, það var nefnilega þannig að það kom kona til okkar og sonurinn var búin að rífa gallan og var eitthvað svona rífa á rassinum. Og hann sagði, þið eru með viðgerðarstöðu, getið gert þetta? Já, við gerum við þetta. Svo kemur hann aftur 2 vikur seinna og aftur er búin að rífa gallan einhver annar staðar. Og við gerum við hann aftur. Svo kemur hann með hann í 3. skipti og þá segir starfsmaðurinn hjá okkur, heyrðu, hvað er eiginlega með hann son þinn? Þetta, börn eru nú almennt ekki að koma svona með svona rifna galla bara 2 vikna fresti. Já, við búum hérna í Hafnarfirðinum og það er mikið raun þar og ég get ekkert banna honum að vera að núta leika. Þannig að niðurstaðan var svo að það var gerður hraunheldur galli. Og það er Magni og hann er alveg magnaður. Þannig að ef þið viljið kaupa galla á börnin ykkar eða einhvern sem er hraunheldur, þá veljiði Magna. Nú, eins og ég nefndi, þá erum við með okkar eigin verksmiðjur og það hefur ákveðna kosti í för með sér vegna þess að þá getur keypt inn og framleitt svolítið svona bara eins og þér sýnist. Aftur á móti, ef þú kaupir föt af annar verksmiðju, sem við gerum líka, að þá er það þannig að þú þarft að panta tíma og svo þarft að kaupa ákveðin efni og ef þú nýtir ekki efnin, þá er þeim hent. Ekki nema þú finnir einhver aðra leið. Í okkar verksmiðjum þá stýrum við svolítið sjálf. Þannig að þar er í raun og veru liggur svona hundurinn grafinn að við nýtum þetta. Nú síðan náttúrulega getum við tryggt það að handverkið okkar sé eins gott og það mögulega getur orðið. Og þarna getum við líka unnið að vöruþróun eins og Magna-gallanum sem ég var að sýna ykkur áðan og verið með gæðaeftirlit. Nú síðan þegar við förum að framleiða með öðrum verksmiðjum, þá erum við með þessa þekkingu þannig að framleiðslufólkið okkar getur farið og skoða þessar verksmiðjur. Og hérna má sjá til dæmis þennan poka sem hún er með að hann er framleidd sem mittistaska, hún er framleidd úr afgangs ull eða afurðum af sauðkindinni og það er síðan notað sem innanundur efni líka í þessum jakka þarna. Og síðan erum við með vettlinga, þannig að ef þið kaupið flísvettlinga hjá okkur, þá eru þeir líka framleiddir úr afgangsefnum af flíspeysu sem að hangir bara á næsta snaga í búðinni. Þannig að, og þetta er ekkert vegna þess að ég eða kona mín sem er businesspartnerinn minn er nú svo rosalega sniðug eða einhver annar, þetta hefur bara alltaf verið gert svona í sjóklæðgerinni. Og okkur fannst við vera mjög heppin þegar við komum að þessu fyrirtæki árið 2011 að þarna var einu fyrirtæki sem er með mikla sjálfbærni í bara genunum, má segja. Þetta er bara frá fyrsta degi að því við Íslendingar vorum svo fátækir þegar fyrirtæki var stofnað. Þannig að það sem við höfum síðan gert til að bara halda þessu áfram og líka nota tækifæri til að kannski aðeins láta gott á okkur leiða í samfélaginu er að tala það og hvetja önnur fatafyrirtæki að henda ekki efnum. Þannig að til dæmis eins og þegar við gerðum þetta samstarf með Charlie Constantino sem er svona rísandi stjarna í tískuheiminum í dag, þá er þetta allt unnið upp úr afgangsefnum sem að voru til í verksmiðjunum okkar í Lettlandi. Og sömuleiðis þegar við unnum samstarf með Ganni í Danmörku, að þá höfðum við þetta að leiðarljósi að vinna sem sagt, með þessi efni sem við áttum að lager. Og það er gaman að þið kannski kannist hver við þennan jakka hér,
að þetta gamli kríujakkin og ég man að ég keypti mér svona jakka 1989 eða 90 og að lána með hann og svo man ég að þegar við héldum upp á 90 ára afmæli fyrirtækisins, það var 2016, þá ákváðum við að kynna þennan kríujakka aftur. Og svo hann fljótlega eftir það, þá fyrir við að vinna með Ganni og þá fórum við svona að sýna þeim hérna gömlu flíkurnar okkar sem að hanga inn í hérna höfuðstöðunum okkar hérna í Miðhrauni og þá fundu þeir hérna kríugalla hönnuðinni á Ganni og sagði þessi æðislegur og getum við ekki gert eitthvað með hann og þá fórum við bara í gömlu efnin og fundum hérna, já, gult og eins og við sjáum og alls konar liti og þetta var síðan sett saman á okkar hönnum og þeirra. En síðan ákveðin áskorun í þessu líka, þetta rosa mengandi iðnaður eins og ég sagði en það alltaf eitthvað nýtt að koma og við erum búin að vera að hlusta á fyrirlestara í morgun þar sem að svona, maður fyllist jákvæðin og bjartsýni því það alls konar lausnir til og þetta varandi efnavalið að við til dæmis komum með þessa peysu hérna og við byggum til þessa auglýsingu, þetta frábært, finnst ykkur ekki? Peysa og svo bara, þú veist, þegar þeir eru hægt að nota hana þá bara hendið henni, þess vegna bara út í garð og eina sem bara rennilásinn og svo takið hann bara og finnið einhvern annan farveg fyrir hann. En svo gerist það að við vorum búin að selja eitthvað svolítið af þessu og þá byrjaði fólk bara að koma með þetta og skila þessu. Og þá náttúrulega voru gæðin ekkert nógu góð. Þannig að þetta alltaf spurning þegar þú ert að velja efni. Stundum þarf það að velja efni sem menga örlítið meira en þau lifa kannski 20-30 ár. En þessi peysa, hún liði nú bara ekki ligguð út daginn. Þannig að við snar hættum að framleiða hana. Við vinnum síðan mjög mikið með ungum hönnuðum og hérna eru nokkri sem við vinnum með, talandi að endurvinna plast. Við höfum tekið plast sem við höfum notað og búið til svona silgjur fyrir belti. Við vinnum mikið með Rauða krossinum, tökum flíkur sem að fólk vill ekki nota lengur, gerum við þar. Það annarkvort gefnar fólki sem hefur gefnað að koma sér föt eða það eru seldar og peningarnir notaðir fyrir Rauða krossin. Þannig að við erum búin að gera það lengi. Nú síðan aðeins að B Corp, við erum fyrsta íslenska fyrirtæki sem fekk B Corp vottun og hvað B Corp? Jú, það eiginlega svona virtasta viðurkenningin sem þú getur fengið í þessum sjálfbærnisheimi og eiginlega svona endurskoðun, alþjóðleg endurskoðun á því hvort þú sért að gera hlutina að ykkur viti. Og við fengum þetta fyrst 2022, tókum við 18 mánuði að vinna þetta, þetta mikið vinna sem þú þurftir að fara í, þú þurftir að sýna alls konar skjöl og sýna hvernig þú vinnur ferla og hvernig kemur fram við fólki og svona. Og svo þarf að gera þetta reglulega, þannig að 2024 fengum við 10 stig í viðbót. Og þið sjáum að miðgildi fyrirtækja, ekki sem að sækjum, þetta er bara miðgildi fyrirtækja almennt í kringum 50, þannig að við fengum 105,4 stig sem við vorum náttúrulega bara mjög stolt af. Og síðan gefum við út svokallega sjálfbærnisskýrslu og hérna sjáum við svona nokkur atriði sem við komum inn á þar, hún er mjög ítarleg skýrsla. Þetta er eitthvað sem við þurfum ekki að gera en við viljum gera af því að við viljum vera ábyrgur samfélagsþegn þegar kemur að fataframleiðslu. Nú, við höfum ekki tekið þátt í svörtum föstudegi frá 2019, heldur ef þið veslið hjá okkur á svörtum föstudegi þá gefum við 25% af sölunni til jöklarannsókna, sem er náttúrulega mikilvægt málefni hérna. Við erum líka með okkar eigin skó sem við erum að rækta og við náðum að núllstilla okkur svona kolefnislega árið 2019 og hérna er hluti af starfsfólkinu okkar þar sem við erum að gróðursetja rétt hjá Ólafsvatni en við erum búin að vinna þetta verkefni með Skógrækt ríkisins og þau þakki skildar fyrir. Nú, við höldum mikið að fyrirlesturum og þarna í horninu uppi erum við með stofnundu Ganni þar sem við vorum að tala í Vogue í London og þarna erum við að hvetja fyrirtæki til þess að endurnýta efni og í nýjar flíkur og vinna á ábyrgan hátt. Og svo er alltaf gaman að setja þessa mynd hérna, þetta var þegar við opnum búðin okkar á Regent Street. En bara lokum þá langum að þakka Landsbankanum fyrir að bjóða mér að vera hérna og mjög gaman að koma inn og taka þátt í þessu og hlusta á það sem hefur verið sagt inn í dag. Og ég vil langa líka bara nota tækifærið og þakka Landsbankanum fyrir þessa vegferð sem að Landsbankinn er búin að vera með okkur á. En það þarf traustan samstarfsaðila þegar þú ert að byggja upp alþjóðlegt vörumerki af því að það er langtíma vegferð og fyrir það er ég mjög þakklátur. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir Helgi Rúnar. Þá er formulegri dagskrá lokið hérna inni. Ég þakka öllum fyrirlesurum alveg sérstaklega vel fyrir og vil svona aðeins hérna, ef við tökum aðeins saman bara það sem við lærðum í dag,
að ég vil alveg sérstaklega þakka Halldóri fyrir að fara á heiðarlegan hátt yfir stöðuna hérna í morgun. Við vitum alveg að það engin ein stór lausn við loftslagsvandanum sem við stöndum frammi fyrir og þess vegna var sérstaklega áhugavert hvað fyrirtækinu voru tilbúin að opna sig á heiðarlegan hátt bara þær áskorunir sem þið standi frammi fyrir og hvernig þeir það bregðast við þeim. Og núna bara svona eins og Halldór sagði spurningur að forgangsraða og fara í réttu verkefnin og ég hlakka bara til þess að sjá hvað framtíðin ber í skauti sér. En ég vil endilega biðja ykkur sem sitið í salnum að staldra við og njóta veitingana hérna frammi og grípa fyrirlesarann okkar og spyrja þeirra spurninga sem að vöknuðu í dag. Takk fyrir komuna.